Gaman að sjá okkur hérna öll í dag. Verið velkomin, ráðherra og aðrir góðir fundamenn. Í dag ætlum við að tala saman aðgengi að Íslandi, eins og við vildum nefna þetta málþing. Málþing millilandaflug, Akureyrar og Egilsstaðaflugvöll. Hvaða tækifæri geta legið þessu? Hvaða hindranir eru í veginum mögulega? Hvað til staðar í dag til þess að koma þessu öll í gang og hvað vantar upp á? Við munum fá innlegg frá mörgum ólíkum aðilum hér í dag sem allir hafa vit á ferðaþjónustu og sem munum koma til með að fjalla sína málið. Og mér langar sérstaklega til að nefna gest okkar frá Svíþjóð, flugvallarstjóra sem ætlar að segja okkur frá því hvernig þeir reka sinn flugvöll þar, sem svona kannski öðruvísi en við þekkjum allavega hér á Íslandi. Það ýmislegt að gerast í flugmálum, þannig að til dæmis erum við nú búið að setja á stofn flugþróunarsjóð sem á að ýta undir millilandaflug þessa flugvelli sem hér ræðir. Og við munum fá kynningu á þessum sjóði og hér á eftir. Spurningin er það nóg? Þarf meira að koma til? Fylgir hugur máli? Það eru ýmsar spurningar sem að vakna þegar þessi mál rædd og við ætlum að ræða þetta hér í dag, vonandi fá einhver svör við þessum spurningum. Og til þess er einvalalið til hvatt. Nokkur praktíska atriði áður en við höldum lengra. Ég ætla að biðja þá sem hér tala að beina máli sínu að mikrofónunum vegna þess að við erum að taka upp þetta málþing. En það þarf ekki að vera alveg ofan í honum. Það verður bara leiðilegt. En ekki að tala hingað. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra til að byrja með. Mér langar að bjóða hér í pontu fyrst ráðherra ferðamála, Ragnheiði Elínu. Gjörðu svo vel. Ágætu fundamenn. Ég vil nú byrja á því að þakka kærlega fyrir þetta tækifæri til að í fyrsta lagi ávarpa þetta málþing, mjög áhugavert og hvað ég að segja, tímalegt vegna þess að það eða viðeigandi, þetta er mál málanna, eitt af þeim, og svo líka fyrir það tækifæri að fá loksins að gera mig ferð hér í þetta glæsilega safn sem ég hef verið á leiðinu mjög lengi að heimsækja og eitt af þessum atriðum sem maður ætlar að gera næst þegar maður kemur. Þannig að nú get ég skrifað það tjekka það á bucketlistanum. En eins og ég sagði þá þetta málefni sem er mjög aðkallandi og brýnt og eitt af því sem við höfum verið lengi að vinna að og stefna að auka eða kanna möguleikana á nýjum millilandaflugleiðum, kanna möguleika á millilandaflugi til Íslands annar staðar heldur en Keflavíkurflugvöll og við höfum ekki bara verið að vinna þessu og bíða eftir þessu. Ég veit að heimamenn hafa bæði hér og á Austurlandinu hafa verið mjög óþrifufullir og ég held þetta hafi verið svona með fyrstu fundunum sem ég tók í ráðuneytinu á sínum tíma þegar ég tók við þessu embætti. Þá einn af fyrstu fundunum var nákvæmlega þetta málefni. Og það þarf ekki að fara það mörgum orðum hér í þennan hóp hversu hraður vöxtur ferðaþjónustunnar hefur verið á undanförnum árum og nú það þannig að þetta orðið ein af grunnstoðum íslensks efnahagslífs, ferðaþjónustan og markmið okkar að halda henni þannig snýr ekki síst að því að leysa nokkur viðfangsefni með sömu aðgerðinni að dreifa ferðamönnum meira landið, að tryggja að fleiri landsvæði komist í þá aðstöðu að geta haft ferðaþjónustu sem trausta og stöðuga heilsársatvinnugrein, að það það sem í rauninni við erum að fjalla í dag og sú leið að koma með beint millilandaflug ein sem kallað hefur verið eftir og unnið hefur verið að til þess að ná því markmiði
sem að aukin dreifing ferðamanna er. Við höfum mörg markmið og við höfum haft mörg markmið í gegnum tíðina. Okkur hefur tekist ljómandi vel að dreifa komu ferðamanna hingað til lands meira yfir árið. Nú eru árstíðirnar orðnar, þau falla saman í rauninni. Brekkan þetta er ekki svona eins og þegar ég var að vinna hjá Flugleiðum með Sigga vinkona mín hér. Þegar við vorum að vinna saman hjá Flugleiðum í Keflavík, júní, júlí og ágúst og þá var tímabili búið. Núna hefur okkur tekist að dreifa þessu mun betur yfir árið en við eigum enn eftir það verkefni að dreifa ferðamönnum meira landið allt. Og biblían okkar, sem að ég kalla vegvísir í ferðaþjónustu, leggur einmitt áherslu á þetta sem eitt af höfuð áherslumálunum og það er þess vegna sem við erum hér í dag. Ef við skoðum aðeins þetta mál sérstaklega, þá er og förum aðeins í baksýnisspegilinn, þá skipaði þáverandi forsætisráðherra starfshóp í maí 2015 sem hafði það hlutverk að gera tillögur hvernig mætti koma á reglulegu millilandaflugi aðra flugvelli heldur en Keflavík. Og ég sé nú reyndar nokkra fulltrúa þess ágæta hóps hér í dag sem hafa unnið ötullega að þessu og ég vil nota þetta tækifæri og þakka þeim fyrir það. Og þeir skiluðu, eða hópurinn skilaði af sér, vel unninni og skilmerkilegri skýrslu sem lagði grundvöllinn að því sem að koma skildi og í framhaldi af því samþykkti ríkisstjórnin að fela mér að hefja undirbúning að stofnun þess sjóðs sem í dag hefur fengið nafnið Flugþróunarsjóður. Núna í vor kallaði ég eftir tilnefningum hagsmunaaðila í stjórn sjóðsins eins og hópurinn hafði lagt til í sinni skýrslu og síðan skipaði ég stjórnina endanlega í maí og þar er mikið einvala lið samankomið og það er einmitt, ég sé líka kunnulega andlit hér í þessum hópi stjórnarmenn, hér í salnum af stjórnarmönnum. Stuttu eftir það staðfesti ég starfsreglu stjórnarinnar og auglýst var eftir umsækjendum fyrstu styrkina núna í júlí. Vinnan við yfirferð þeirra umsókna stendur nú yfir og það verður spennandi að sjá útkomuna og ég vænti þess að það verði fljótlega kunngert. Ég get líka upplýst í þessu samhengi að vinna við frumvarp til laga Flugþróunarsjóðinn stendur yfir hjá mér í iðnaðar- og viðskiptahluta atvinnuvegaráðuneytisins og það verður lagt fyrir Alþingi eins fljótt og verða má. Væntanlega ekki fyrr en eftir kosningar úr þessu. En hvað er eiginlega þessi Flugþróunarsjóður og hverju ætlum við að fá áorkað með honum? Markmið sjóðsins er mjög skýrt. Það er að styðja við uppbyggingu nýrra flugleiða til og frá Íslandi þannig að koma megi á reglulegu millilandaflugi alþjóðaflugvöllina á Akureyri og á Egilsstöðum. Svolítið heimilislegt að heyra í flugvélinni þegar maður stendur hér. Það felst í því mikill ávinningur, eins og ég sagði áðan, ef okkur tekst að dreifa ferðamönnum betur landið. Og með því móti þá erum við að bæta nýtingu innviða hvers konar, við erum að efla búsetuskilyrði og lífsgæði heimamanna og síðast en ekki síst þá styrkjum við rekstrarskilyrði atvinnureksturs bæði á Norður- og Austurlandi. Og það er algjört lykilatriði, líka eins og ég nefndi áðan að í þessum hraðavexti að dreifa álaginu til þess að létta álaginu af suðvesturhorninu, þar sem að nánast allir ferðamenn hefja Íslandsferðir sínar og með aukinni dreifingu ferðamanna munu vaxtarmöguleikar alls konar þjónustufyrirtækja aukast til muna sem hefur að sjálfsögðu í för með sér fjölbreyttara atvinnulíf á þessum svæðum. Að ekki sé minnst á bætta nýtingu fjárfestingana í ferðaþjónustunni. Hið opinbera mun einnig njóta góðs af þessu og það er reiknað með að tekjuaukningin gæti numið 300 milljónum króna ef að miðað er við flug 2 í viku árið kring og með aukningu heilsársstarfa í ferðaþjónustunni þá aukast jafnframt
möguleikar á nýsköpun og þróun í greininni ásamt því að annað markmið vegvísis að auka menntunarstig og hækka menntunarstig starfsfólks á þessum svæðum, að það hækkar þegar ekki verður eingöngu tímabundin störf að ræða. Þannig að það eru margvísleg afleidd áhrif af þessu sem við sjáum fyrir. Og svo það sem að mér finnst vera mjög mikilvægt, að í mínum huga ferðaþjónustan kannski stærsta, eða möguleikar í ferðaþjónustunni kannski stærsta byggðaaðgerð sem að völ á. Við höfum oft heyrt alls konar sértækar aðgerðir í byggðamálum sem eiga að leysa vanda svæða sem eiga undir högg að sækja. En ferðaþjónustan hefur sérstaklega mikilvægu hlutverki þarna að gegna og við sjáum það nú þegar, og ég tek nýja hótelið á Hnappavöllum í Öræfunum sem dæmi. Þar kom ég daginn og þar allt í einu komin 50 manna vinnustaður í sveitinni. 50 manna vinnustaður þýðir það að þarna fólk að koma núna sem hefur fasta búsetu. Hótelstjórinn kona af höfuðborgarsvæðinu sem að eiginmaður hennar matreiðslumaður og þau eiga lítil börn, og með tilkomu þessa vinnustaðar hefur þeirri þróun sem átt að verða núna í haust, að það átt að loka barnaskólanum, lítill sveitaskóli þarna í nágrenninu, honum verður ekki lokað og leikskólinn sprunginn. Svona byggðaáhrif eru sjáanleg út all land með uppgangi í ferðaþjónustunni og þarna eru gríðarlega mikil tækifæri. Þannig að allt þetta sem ég hef nefnt hérna stuðlar með einum eða öðrum hætti bæði að því að bæta lífskjör heimamanna og stuðlar að jákvæðri upplifun ferðamanna, og kannski hægt að draga það saman í að við erum ekki að slá eina og ekki bara 2, heldur gríðarlega margar flugur í einu höggi með flugþróunarsjóðunum okkar góða, ef að vel tekst til. Og ef okkur tekst að ná því markmiði að hluti þeirra fjöldamörgu ferðamanna sem að hingað koma fljúgi beint annaðhvort til Akureyrar eða Egilsstaða, þá styðjum við að auki við önnur markmið sem við settum fram í vegvísinum, beint eða óbeint. Og ég ætla nú ekki að staldra kannski við mörg þeirra, en ég vil þó nefna eitt sem að verið að fara af stað með núna og tengist þessu og að fara af stað undir forystu Óskars í stjórnstöðinni. Og það að það verður ráðist í undirbúning að gerð stefnumótandi svæðisáætlana fyrir hvern landshluta, og fyrsta verkefninu á að ljúka strax í vor, og í framhaldinu verður sú þekking sem að við erum í rauninni að flytja inn erlendis frá og efla hér, verður hún færð til annarra svæða. Það verður nefnilega spennandi líka að fylgjast með því hvernig hvert svæði mun draga fram sína sérstöðu og skapar sér þá aukin sóknarfæri á grundvelli hennar, og síðan verður að vinna þetta heildstætt, þannig að Ísland sem heild hafi þá upp á fjölbreytta þjónustu og fjölbreytt tækifæri að ræða sem að við getum notað í okkar markaðssetningu. Og við munum horfa að sjálfsögðu til þess að ferðamenn komi hingað og dvelji lengur, skapi fleiri tækifæri, eins og ég segi, varðandi störf og meiri tekjur. En kæru málþingsgestir, ég hlakka til að heyra hvaða augum þeir fjölmörgu fyrirlesarar hér í dag líta á þetta mikilvæga mál, og ég verð að segja það líka, ég hlakka mjög mikið til þess að sjá hvernig flugþróunarsjóðunum okkar reiðir af, og tek undir þær spurningar fundarstjóra. Mun þetta virka? Þetta markmið sem að mun hjálpa okkur að leysa þetta viðfangsefni? Og ég vona svo sannarlega að það verði þannig og óska ykkur og okkur öllum góðs gengis með það mikilvæga verkefni. Við þökkum ráðherra fyrir hennar ágæta innlegg. Margt þarna sem við erum alveg hjartanlega sammála að þetta sé brýnt málefni og komi byggðunum vissulega mjög vel ef að þetta myndi nú takast hjá okkur. En við skulum halda áfram með dagskrána og næst tekur til máls Inga Hlín Pálsdóttir, forstöðumaður
ferðaþjónustu og skapandi greina hjá Íslandsstofu. Ráðherra, kæri gestir, Inga-Hlín Pálsdóttir heiti ég og forstöðumaður ferðaþjónustu og skapandi greina hjá Íslandsstofu eins og Hjalti Páll sagði áðan. Og ég vil þakka kærlega fyrir tækifærið til að fá að vera með ykkur hér í dag. Íslandsstofa samstarfsvettvangur kynningu á Íslandi sem áfangastaði erlendis og ég ætla aðeins að koma inn á það í dag og hlutverk okkar gagnvart flugrekendum. En einhverjir hér hugsa kannski að ég hafi sett titilinn rangan. Leiðir liggja til allra átta, skrifaði ég hér, en maður segir nú yfirleitt vegir liggja til allra átta, en þegar við erum að tala flugfélög þá kannski tölum við ekkert voðalega mikið vegi. Og líka þegar við erum að tala nýjar leiðir í okkar huga, nýja áfangastaði í þeim skilningi, þá þurfum við kannski aðeins að skapa leiðirnar á annan hátt. En það sem mér langar aðeins að nefna að það ekkert alveg svo einfalt eins og við hugsum að fá ferðamenn til þess að fara nákvæmlega það sem okkur langar að þeir fari. Og það tekur tíma að byggja upp áfangastaði. Og þegar ég tala áfangastaði þá getum við sagt áfangastaðurinn Ísland, við getum talað áfangastaðinu Austurland og áfangastaðinu Norðurland í þessum skilningi. Og ég ætla aðeins að nálgast þetta út frá því. Og ég vil nefna það til að byrja með að það afar mikilvægt að við hugsum þetta að þetta sé til langtíma. Við erum að byggja upp áfangastaðina. Áherslur okkar sviðs snúa því að við erum öflugt kynningar og markaðsstarf til neytenda í samstarfi við ferðaþjónustu fyrirtækin. Við erum líka samstarfsvettvangur með öflugt tengsl við innlenda, erlenda sölu og hagsmunaaðila íslenskrar ferðaþjónustu. Og þarna kemur jafn mikil okkar tengsl gagnvart flugrekendum og erlendum ferðaheildsölum og íslenskri ferðaþjónustu. Og það okkar að byggja upp þessi tengsl með ykkur í fararbroddi. En það ekki alltaf svo einfalt að segja að séu allir að fljúga hingað eða allir séu að selja Ísland. Og það það sem við erum að byggja upp. Við erum að byggja upp áhugann. Við erum að byggja upp áhugann á því að selja ferðir til Íslands hjá einhverjum sem hefur kannski aldrei dottið í hug eða nú þegar að gera það og þarf að fá nýjar hugmyndir og það sama á við flugfélög. Markmiðin, Ragnheiður Elín kom inn á þau áðan og við höfum sett þessi markmið í samstarfi við ykkur varðandi markaðsmálin, en það var að draga og að draga úr árstíðasveiflu hvers landshluta og fjölga ferðamönnum til landsins með mismunandi áherslum eftir árstíðum. Auka neysluna og þar með gjaldeyristekjur og bæta viðhorf og vitund gagnvart Íslandi sem heilsársáfangastað og viðhalda auðvitað ánægju ferðamannanna. Og þetta rímar allt saman við það sem stendur í vegvísi ferðaþjónustunnar. En það sem ég langar að ítreka hér að við höfum unnið sameiginlega að því og við tókum höndum saman það að kynna Ísland sem heilsársáfangastað. Og ég tel að við getum jafn mikið tekið höndum saman það að kynna áfangastæðina innan Íslands eins og við höfum gert. Og hvernig náum við markmiðunum? Við náum þeim með því að vera fókusjöruð og við þurfum til þess tól og tæki til þess að gera það. Við þurfum tól og tæki í markaðssetningu til þess að kynna áfangastæðina. Það bara gerist ekkert að sjálfu sér. Við förum ekki að kaupa eitt flugfélag út í heimi eða hér á Íslandi til þess að fljúga á áfangastæði. Við settum grunnstoðir í markaðssetningu á sínum tíma og við erum að vinna eftir þeim. Í grunnstoðunum erum við markmið, markhópa, ákveðin skilaboða áherslur í markaðssetningunni og ákveði leiðarljós. Og leiðarljósi segir meðal annars Ísland ekki fyrir hvert sem af því við erum búin að skilgreina okkar markhópa og erum að vinna það ennþá lengra núna þessa dagana. Við erum líka búin að setja okkur það að við erum að byggja upp hugmyndina áfangastæðin Ísland. Áfangastæðin undir merkjum Inspired by Iceland. Við erum búin að setja okkur ákveðna lykilmarkaði og lykilmarkaðirnir endurspegla það sem við erum búin að greina að eru þeir ferðamenn sem að munu ferðast víðar landið, sem munu eyða hér meiru og þeir munu dvelja lengur, sem eru í takti við markmiðin sem við höfum sett okkur. Þið sjáum markaðana hér á klærunni. En ef við horfum á tólin og tækin, samþætt markaðssetning, þetta allt sem við erum að vinna með öllum aðilum. Ferðasýningar og viðskiptasendinefndir, viðburðir á Íslandi og erlendis, kynningarefni, vefsíður og samfélagsmiðlar, fjölmiðlaferðir, almannatengsl, innlent og erlent, tengslastarf og svo framvegis. En það bara þannig að flugfélögin fljúga ekki sjálfum sér og það þarf að selja í sætin og það þarf að skapa áhugann.
Og þetta erum við að gera með ykkur út á erlendum mörkuðum. Við erum að skipuleggja ferðasýningar, við erum að skipuleggja viðskiptasendinefndir og svo framvegis út á markaðana til þess að byggja upp áhugann á áfangastaðnum. Og það viljum við gera áfram varðandi landshlutana eins og við höfum verið að gera. En ef við horfum sérstaklega á það sem við höfum verið að gera hjá Íslandsstofu í samstarfi við flugrekendur, og ég hugsa að við höfum kannski verið að horfa til þessara þátta kannski svona síðustu 6 árin með skipulegum hætti. Við höfum átt mjög gott samstarf við Isavia varðandi flugfélög og samskipti við þau, og þá erum við að tala við þau flugfélög sem hafa áhuga á því að fljúga hingað, hafa kannski bara ekki dottið í hug, alveg eins og með ferðaheildsalana, og eru kannski svona eitthvað heit að velta fyrir sér einhverju nýju og jafnvel leiguflugum. Við höfum aðstofað við almannatengsl þegar nýjar flugleiðir eru að ræða, við höfum aðstofað við blaðamannaferðir og famferðir og við höfum boðið öllum þeim sem hafa áhuga að hitta íslenska ferðaþjónustu á viðskiptasendinefndum eða í viðskiptasendinefndum, ferðasýningum og svo framvegis. Við sendum út reglulega fréttabréf á erlenda aðila, við erum með 3.800 aðila á okkar póstlistum og þar með talið eru flugfélögin inn í því sem við höfum tenginga við. Og þannig erum við að skapa áhugann, þannig erum við að skapa myndina af því hvað Ísland hefur upp á að bjóða og jafnt fyrir landshlutana í því samhengi. Við höfum líka farið á RÚTS sem tengslasýning fyrir flugrekendur og þar höfum við farið með Isavia og við höfum sótt það með Markaðsstofu Norðurlands og Austurbrú síðustu ár. Við veitum líka upplýsingar markaðinn og tölur eins og við á. Og það þarf að upplýsa, það þarf að láta flugrekendur og aðra vita því hvað að gerast á Íslandi. Þó svo að við séum vel upplýst, þá eru aðilar erlendis það ekki. Við höfum til dæmis sett okkur ákveðin tengilið við flugfélög innan hús hjá okkur, hana Margréti Helgu Jóhannsdóttir sem með mér hér í dag, og hún á samskiptin við flugrekendurna sem hafa áhuga, í samstarfi við Isavia og aðra aðila eins og við á. En það alveg ljóst, og ég ætla alveg að vera heiðarleg með það, að flugfélögin gera miklar kröfur á okkur og flugrekendur. Þau vilja markaðsstuðning og það það sem að flugþróunarsjóðurinn breytir varðandi áfangastaðina Austurland og Norðurland. Flugfélögin vilja fá markaðsstuðning, þau vilja fá markaðsþróunarsjóði, þau vilja fá niðurfellingu gjalda og slíkt og þetta höfum við ekki veitt. Og það sem mig langar að ítreka hér og að við hugsum líka sem áfangastaðurinn Ísland í heild sinni, að við töpum ekki fókusnum í markaðsstarfinu okkar og við höldum þeim forsendum sem við höfum haft sem áfangastaður. Að við séum að byggja þetta upp á okkar forsendum en ekki flugfélagana. Við skulum ekki gleyma því að allir hér inni í öflugri landkynningu út á við og við höfum öll ýtt undir áhugann á Íslandi. Við erum öll að fjárfesta, fyrirtæki að fjárfesta gríðarlegu fjármagni í það að kynna áfangastaðina og það vekur áhuga flugfélagana á því að fljúga hingað. Samstarf okkar við Markaðsstofu landshlutana okkur afar mikilvægt og ég hef oft sagt þetta áður. Við getum ekki verið án þeirra, þær geta ekki verið án okkar. Þess að þær eru með dýptina inn á sínum áfangastöðum sem við náum ekki að gera varðandi Íslandi, varðandi landshlutana. Við þurfum þær og við þurfum að vinna saman að því að byggja upp þekkinguna. Norðurland og Austurland eru áfangastaðir eins og ég hef nefnt og það þarf að vekja áhugann, það þarf að vekja eftirspurnina. Það ekkert þannig að eitthvað flugfélag ákveður að fljúga á Akureyri bara því að það svo gaman að fljúga á Akureyri. Það þarf að skapa áhugann hjá neytendum, það þarf að skapa áhugann hjá fólki, þannig að það viti hvað að ræða. Og þetta langhlaup. Og þetta gerist ekki á einni viku, þetta gerist ekki á nokkrum mánuðum, þetta tekur tíma. Og þetta getum við gert saman eins og ég nefndi áðan. Gott dæmi að Telegraf valdi Austurland sem áfangastaðinn 2016. Það eru fleiri svona markaðssetningartækifæri sem við þurfum. Þannig erum við að taka einn hluta af Íslandi og vekja sérstaka athygli. Reykjavík hefur náð gríðarlegum árangri í þessu og ég tel að landshlutnar eigi jafn mikið inni í því eins og Ísland í heild sinni hefur fengið athygli síðustu ára. Við höfum haft fókusinn þar og við gerum þetta saman. Og mér finnst alltaf mikilvægt að þegar ég segi við að ég segi að tala okkur sem ferðaþjónustuna og við séum að vinna saman. Það ekki bara starf Íslandsstofu sem að skipti máli, það skiptir starf okkar allra og að við tökum saman höndum og eins og ég sagði í upphafi, við leggjum áherslu á Íslandi allt árið, allt landið kring í samstarfi við ykkur. Landshlutirnar eiga nefnilega við heilmikið inni og við þurfum að leggja aukna áherslu á það. En það sem ég vil líka nefna að við þurfum ekki fjármagn til þess. Tækin og tólin sem ég hef nefnt, þau gerast ekki að sjálfum sér. Almannatengsl, fjölmiðlaferðir,
famferðir, samfélagsmiðlar og annað. Allt krefst þessa bæði tíma, kostnaðar og þetta mannaflsfrekt. Þannig að við þurfum líka að huga að því varðandi landshlutana og markaðsstofunar og kraftana inn á svæðinu og kraftana í kynningunni á Íslandi í heild sinni. Við þurfum að halda áfram að markaðssetja með sterkan fókus og nú horfa til landshlutana með ennþá meira vægi. Þetta tekur tíma, þetta langhlaup og þetta þolinmæði. Og aftur, sleppum ekki höndinni af því sem við erum búin að fókusera á síðustu ár, náum saman slagkrafti, því samstarf eykur slagkraft og áfram við í þeim skilningi. Þannig að ég segi takk og bara hlakka til að vinna með ykkur öllum og ég hef fulla trú á þessu verkefni. Takk fyrir. Já, trúna höfum við líka og við þökkum Ingólfínu kærlega fyrir þetta góða innlegg. Næstur í pontu Þórir Garðarsson, varaformaður SAF og ætlar að tala hænuna og eggið. Fundarstjóri, ráðherra, góðir fundamenn. Það er mér sérlega ánægjulegt að fá tækifæri til að flytja stutta tölu á málþingi Markaðsstofu Norðurlands og flugklassan R66 hér í dag. Yfirskrift málþingsins aðgengi Íslands millilandaflug á Norður- og Austurlandi. Mig langar í stuttu máli að kynna þau tækifæri sem liggja í ferðaþjónustu á landsbyggðinni og gera tilraun til að leiða til lykta hvort hafi komið undan hænan eða eggið. Staðreyndin með ferðaþjónustuna sú að aldrei fleiri ferðamenn heimsótt landið en í ár. Og mikilvæg greinarinn fyrir þjóðarbúin hefur aldrei verið meira hvort sem við horfum til útflutningstekna eða hlutfalls í landsframleiðslu. Þá hefur ferðaþjónustan haldið upp í atvinnusköpum og hagvexti þjóðarinnar undanfarin ár. Íslensk ferðaþjónusta hefur haldið áfram að eflast á árinu og stefnir í að enn eitt metið verði slegið við komu ferðamanna. Takk. Sem sækja landið okkar heim þegar árið 2016 verði gert upp. Vöxturinn hefur haldið áfram á þessu ári og fjölgar ferðamennum 33% fyrstu 6 mánuði ársins miðað við sama tímabili í fyrra og eru væntingar að erlendu ferðamennum fjölgi alls rúmlega 35% á árinu 2016. Og verði rúmlega 1,7 milljón. Það stefnir því í enn eitt metár í greininni. Þetta þýðir að fjöldi erlendra ferðamanna mun 3 til 4-faldast frá árinu 2010. Sem dæmi má nefna að í ágúst á þessu ári komu yfir 240.000 ferðamenn til landsins Keflavíkurflugvöll, fleiri en allt árið 1998. En þá voru sóttu ferðamenn 230.000 landið heim. Þetta allt staðreyndir sem þið þekkið, en hefur landsbyggðin beðrin skarðan hlut frá borði? Það spurning hér í dag. Til að ferðaþjónusta geti blómstrað, þá þurfum við að gera okkur í brók. Okkur hefur vissulega orðið ágengt að draga árstíðasveiflum í komu ferðamanna til landsins síðustu árum. Í dag koma 42% ferðamanna yfir sumarmánaðana og með því að draga úr þessum sveiflum þá eykst framleiðir í fyrirtækjana, gæði þjónustunar sem skilar sér í ánægju viðskiptavina sem og frekari eflingu hagkerfisins. Þá eflir heilsársstarfsemi fyrirtækjana yfir höfuð öll samfélög. Við eigum hins vegar enn nokkuð land þegar kemur að því að dreifa ferðamönnum landið. Að dreifa ferðamönnum landið. Mér finnst þetta svolítið óþægilegt orð. Ég vil frekar kalla þetta hvernig fá við ferðamenn til að dreifa sér landið. Ég held að það sé svolítið lykillinn að við raunveru vekjum áhuga ferðamanna á að dreifa sér. Þetta ekki pakkar. Mikil uppbygging hefur verið í ferðaþjónustunni allt land og tækifæri liggja því að miklu leyti í landsbyggðinni. Í því samhengi vil ég nefna samgöngur sem höfuðforsenda fyrir vöruþróun í ferðamennsku á landsbyggðinni
Þar eru flugsamgöngur lykilstærð. Á þessari glæru sést fjárfesting hins opinbera í samgöngum og hefur hvergi nærri verið haldið í við þá aukningu sem við höfum orðið vitni að undanfarin ár. Til að ferðaþjónusta geti blómstrað enn frekar þarf að efla samgöngur land allt, ekki bara fyrir ferðaþjónustuna, heldur fyrir landsmenn alla. Aukning ferðaþjónustu á landsmennu muni því renna styrkari stoðum undir efnahag sveitarfélaganna. En hvar liggja möguleikar landshlutana að gera betur þegar kemur að ferðaþjónustunni? Aukin samvinna sveitarfélaga stefnumótun, uppbyggingu ferðamanns og markaðssetningu svæða myndi styrkja stöðu þeirra mikið á allan hátt. Án þess að nokkuð sé hallað langar mig að nefna Austurland hér til sögunar, en þar hafa fyrirtæki í ferðaþjónustu og opinberir aðilar þvert á hreppamörk tekið forystu saman í að hanna áfangastaðinn Austurland undir forystu Austurbrúar. Þar hafa hagsmunaaðilar snúið bökum saman og ákveðið að vera sammála stóru myndina að fjölga ferðamönnum á Austurlandi með því að skerpa áherslur, skilgreina áfangastaðinn enn frekar. Þegar ferðamaðurinn síðan kominn á staðinn það fyrirtækjanna að höfða til hans með öllu sínum tækifærum og nýta allt sem Austurland hefur upp á að bjóða. Landshlutarnir eru komnir mislangt á veg í að skilgreina sig sem áfangastað fyrir íbúa og ferðamenn. Það því mikilvægt að byggja ofan á svona góðan grunn eins og byggður hefur verið á Austurlandi. Mikill slagkraftur hefur verið í íslenskri ferðaþjónustu og óhætt að segja að mikil nýsköpun eigi sér stað í greininni. Land allt hafa sprottið upp ný fyrirtæki á síðustu misserum sem að hasla sér völl í greininni með nýsköpun að leiðarljósi. Hér á Norðurlandi, ekki síður en á Austurlandi, hægt að nefna fjölmörg dæmi það best gerist íslenskri ferðaþjónustu í dag, þar sem fagmennska og gæði haldast vel í hendur og vel staðið að málum. Hægt að nefna fjölmörg dæmi nýsköpun í ferðaþjónustu. Hér á glærunni sjáum við dæmi eitt slíkt. Norðursigling á Húsavík sem einmitt í dag að taka skip númer 2 í notkun sem eingöngu gengur fyrir rafmagni. Annað dæmi óbyggðasetur á Austurlandi. Óbyggðasetur Íslands í Fljótsdal á Austurlandi þar sem sett hefur verið upp sýning sem hverfir líf í jaðarbyggða fyrr á tímum. Uppspretta nýsköpunar og afþreyingu og vaxta íslenska ferðaþjónustu á næstu árum mun liggja á landsbyggðinni. Innviðir á öðrum sviðum eins og í gistingu, bílaleigu og hópferðafyrirtækjum og veitingastöðum hefur verið að eflast í takti fjölgunna en hægt að gera mun betur á sviði afþreyingar. Nýsköpun ekki bara mikilvæg fyrir ferðaþjónustuna sem atvinnugrein heldur einnig fyrir íslenskt efnahagslíf. Leggja þarf meiri áherslu á heilsársverkefni og fjölga þannig afþreyingarmöguleika fyrir ferðamenn og stuðla að betri nýtingu innviða ferðaþjónustunnar yfir vetrartímann. Það liggja mikil tækifæri í ferðaþjónustunni á landsbyggðinni og það þróun nýrra afþreyingarkosta sem mjög mikilvæg. Einu sinni skrifaði ég grein undir yfirskriftinni hvers vegna þetta myrkur í Borgarfirði. Greinin vakti mikla athygli og ég var að velta upp þeirri spurningu fyrir mér hvers vegna ferðamenn dreifðust svona ójafnt, hvers vegna sækja þeir ekki eftir því að njóta allt þess sem Borgarfjörður hefur upp á að bjóða. Rétt við hliðina á Reykjavík. Á sama tíma á Suðurlandi og fullt af ferðamönnum var enginn í Borgarfirði. Hvað málið? Skýringin að mínu mati að leita í röngum áherslum í kynningamálum ferðaþjónustunnar á þeim tíma. Þetta átti ekki bara við Borgarfjörð, heldur fjölmörg svæði sem ekki njóta fjölgunar erlendra ferðamanna sem skyldi. Stofnaðar hafa verið markaðsskrifstofur ferðaþjónustunnar víðs vegar um landið. Þetta eru samstarfsverkefni ferðaþjónustuaðila, sveitarfélaga og opinberra aðila að fjölga ferðamönnum. Fókusinn var í þessu markaðsstarfi hins vegar rangur. Áherslan var lögð á að kynna ferðaþjónustufyrirtækin, falleg hótelherbyggi, veitingastaði og skoðunarferðir á svæðinu. En það sem vantaði það var að kynna að mínu áliti fossinn og fjallið. Það þessar náttúruauðlindir sem ferðamenn
eru komnir hingað til þess að draga. Það eru þessi seglar sem draga ferðamennina út á svæðin, staðið fyrir að við ætlum að ýta þeim út á svæðin. Meinið að ferðamaðurinn þarf fyrst að fá áhuga á viðkomandi landshluta. Náttúran, sagan, fjölbreytnin, menningin, upplifunin, þetta hráefnið sem skapar löngun ferðamannsins til að heimsækja viðkomandi svæði. Bæklingar flott veitinga og segir honum lítið. Snjóþóttulega fær hann ekki einan og sér til þess að leggja landið undir fót. Til að fleiri ferðamenn komi í Borgarfjörð eða hingað norður, þurftu þeir að vita hvað landsvæðið hefur upp á að bjóða. Hvernig þessi landsvæði uppfylla þeirra óskir að fá sér mest út úr ferðalaginu. Þess vegna þurfa hagsmunaaðilar, sveitarstjórnir, ríkisvaldið taka sig saman og leggja ofuráherslu á að kynna þetta hráefni sem vekur löngun ferðamannsins. Hjá markaðsskrifstofum landshlutana er þekking, áhugi, sköpunarkraftur til þess að sinna þessu verkefni mjög vel. En þá þurfa þeir líka að fá fjármagn. Það þurfa að hafa stuðning og fjármagn sem að staðbandstendur af opinberu fé og frá fyrirtækjum og öðrum hagsmunaaðilum á viðkomandi svæðum. Það þurfa allir að leggjast á eitt. Mikill kraftur þarf að fara í slíkar aðgerðir fyrstu árin, en þegar að líður á og ferðamönnum fjölgar, þá tekur orðsporið við. Bloggið og frásagnir ferðamanna af samfélagsmiðlum frábæra upplifun á viðkomandi svæði. Þetta styrkir áfangastaði og er eldsneytið sem nærir frekari eftirspurn. Nú í gangi áhugaverð vinna á vegum stjórnstöðvar ferðamála, stefnumótandi stjórnunaráætlun, DMP, skammstafa. Sú vinna gengur mikið út á að skilgreina stóru myndina, að skilja hvar við erum núna, hvert við viljum fara, hvaða markmið við viljum ná, til dæmis í fjölda starfa, tekjum fjölda ferðamanna og hvernig ferðamenn og þjónustan, aðgreining og markaðshlutun. DMP-verkefni styrkir þannig leiðir og verkfæri og áfangastaðahönnun sem gengur út á að nota þekkingu og verkfæri. Óskar mun væntanlega að fara betur í gegnum það hérna á eftir. Það eru mikil tæki fyrir sveitarfélög og stjórnvöld og okkur sem störfum í ferðaþjónustunni, en við þurfum öll að stunda meiri langtíma hugsun í okkar nálgun. Lengi hefur verið talað að fjölga þurfi seglum í ferðaþjónustunni á landsbyggðinni, eins og ég kom að hér áðan. Að auka þurfi fjölbreytni í framboð þjónustu og hvers kyns afþreyingu. Ekki það að skilja það að framboðið sé almennt slakt, en það er hægt að gera meira. A reason to travel, það er það sem skiptir máli. Ferðamenn eru ekki að fara til Íslands til þess að sitja í flugvélum, nýjum sætum eða dvelja á góðu hóteli. Flestir ferðamenn sem koma hér til Íslands eru að koma hér til þess að upplifa afþreyingu. Og afþreyingin er lykillinn. Landið okkar er ríkt af náttúruperlum og menningararfurinn okkar er einstakur. Bæjarfélög land allt hafa hver sinn sjarma og sína sögu. Á þessu er meðal annars hægt að byggja þegar kemur að því að byggja upp afþreyingarmöguleika. Sagt er að hugurinn beri mann hálfa leið ásamt góðum undirbúningi. Það er hins vegar fjárfestingin sem getur hrint góðum hugmyndum í framkvæmd. Með því að efla þessa grein ferðaþjónustunnar og fjölga þannig áfangastöðum mun okkur takast að fá ferðamenn til að dreifa sér landið, ásamt því að draga enn frekar úr árstíðasveiflu. Með því að hljúfa hæninni, þá mun ekki standa á eggjunum. Takk fyrir. Við þökkum Þóri kærlega fyrir þetta. Næst tekur til máls Óskar Jósefsson, framkvæmdastjóri stjórnstöðvar ferðamála og ætlar að gefa okkur innlit í einsýn í þeirra sýn á þessi millilandaflugsmál.
Fundarstjóri, ráðherra, góði fundamenn. Ánægjulegt að vera hérna. Þetta er nú minn heimastaður. Mér langar svona í byrjun aðeins að taka svolítið boltan það sem að Þórir var að ræðum. Það er þessi orðræða dreifingu ferðamanna. Menn hafa hringt í mig og spurt mig að því hvað ég ætla að gera í því að dreifa ferðamönnum. Ég vissi nú ekki alveg hvaðan á mig stóð veðrið. Ég held svolítið að í þessu orði felist sá misskilningur og mönnum hætti til þess að detta í það að það sé einhver æðri máttavöld sem að ákveði það að ferðamanninum sé beitt hingað og þangað. Að því við erum að ræðum að fá ferðamenn yfir allt árið og þar hefur okkur tekist alveg geysilega vel til. Axlamánuðirnir eru því sem næst horfnir. Þannig að markaðsstarf erlendis hefur tekist mjög vel. Núna erum við eiginlega verða fyrir, svo við verðum ekki fórnarlömb eigin velgengni. Nú eru ferðamennirnir farnir að koma umfram okkar getu til þess að taka á móti þeim og þá þurfum við að fá þá til þess að fara á fleiri staði. Og ég held að grunnhugsunin í því sé það sem að Þórir nefndi að staðirnir sjálfir skapi sér, skilgreini sig og skapi sér þá sérstöð sem þau vilja standa fyrir og markaðssetji hana og fái þannig ferðamennina til að koma til sín. Ég held að þetta muni aldrei gerast öðruvísi. Stjórnstöðin er sett upp til þess að styðja við ég ætla að lesa hlutverkana, ég sé þið vantar textan. Orðið stjórnstöð hefur valdið misskilningi held ég því að menn halda að stjórnstöðin sé að taka einhverjar ákvarðanir eða hafa eitthvað boðvald. Stjórnstöðin hefur ekkert vald annað en það að leiða saman hagsmunaaðila og fá það til að tala saman og reyna að búa til lausn. Þar sé hennar hlutverk að samhæfa aðgerðir og útfæra leiðir í samvinnu við stjórnsýslu, sveitarfélög, stoðkerfi greinarinnar, vítt og breitt landið, greinina sjálfa og aðra hagsmunaaðila. Þetta er það sem stjórnstöðin gerir, þannig að hafi einhverjum dottið það í huga að setja hringi mig og spyrja mig hvað við ætlum að gera til þess að komi fleiri ferðamenn til Akureyrar eða Húsavíkur, þá gerum við ekkert annað en að örva umræðuna sem að getur leitt til þess að þeir komið þangað. Það voru skilgreind 7 áherslu þættir í starfsemi stjórnstöðarinnar. Það var samhæfing, það kom í ljós við vinnslu vegvísisins að það vantaði samhæfingu á stjórnum ferðamála í landinu og það var ein áherslan og síðan þessi jákvæða upplifun ferðamanna, áreiðanleg gögn, náttúruvernd, hæfni og gæði, aukin arðsemi og svo dreifing ferðamanna. Ég ætla aðeins að bara tæpa á þau verkefni sem hafa verið unnin og sem kannski snúa að þessu. Og það er kannski eins og ráðherra bent á þetta og Þórir, þetta verkefni DMP, stefnumótandi stjórnunaráætlun, er kannski lykilverkefnið í því að við fáum ferðamanni til þess að koma víðar heldur en bara til Keflavíkur og Reykjavíkur og svæðið þar í kring. Ég fer aðeins yfir þetta verkefni, þetta er raunverulega rétt farið af stað, en ég held að þetta sé lykilverkefni í því að við fáum fram það sem við viljum fá fram, ferðamenn til þess að vera annar staðar heldur en á þéttbýlissvæðinu og minnka þá ágang á náttúru og tryggja sjálfbærni. Síðan hefur verið farið yfir fjárþörf, þar sé greindar þær umsóknir sem hafa komið í framkvæmdasjóð ferðamála, framkvæmdasjóð ferðamannastaða og ef ég man rétt þá var talið þar væri verkefnabasi sem þyrfti að ráðast í víða um land sem að myndi kalla til sín fjármagn upp á held í 1750 milljónir sem snýr bara að ferðamannastöðunum.
Það var einnig farið yfir með þá greininni og stjórnstöð ferðamála kom að því að átta sig á hvað þyrfti að gera gagnvart vegakerfinu, samgönguáætlunum, til þess að það gæti mætt þessu aukna álagi sem að þessi ferðamannaaukning er að skapa. Þetta var unnið með tilliti til þess að þetta færi inn í fjárlagagerðina núna og við vonum bara þegar hún fer að sýna sig að við sjáum merki þessum að þetta skili sér. Það var líka farið í greiningu á svona nauðsynlegum aðgerðum til þess að vernda náttúruna. Íslensk ferðaþjónusta snýst nú að stórum hluta sjálfbærni gagnvart náttúrunni og þar var hrint af stað nokkuð mörgum verkefnum, margar aðgerðir greindar, sumar eru komnar í framkvæmd og aðrar eru raunverulega svona í bið að fá fjármögnun. Mér fannst í náttúruverndinni ekki annað en hægt að nefna að umhverfisráðuneytið er að vinna af þessari landsáætlun og ef ég man rétt þá ber þeim að kynna fyrstu drög að því núna í byrjun janúar. Það er alveg ljóst að það er heilmikil skörun með þessum málaflokki og ferðamannaþjónustu í landinu. Það kom í ljós að við eigum ekki nægar upplýsingar atvinnugreinina. Úr því hefur verið bætt. Ráðherra ferðamála, hann útvegaði held ég einhverjar 150 milljónir til þess að við getum grúskað pínulítið og það eru farin þar að stað held ég 10 verkefni til þess að skapa okkur forsendur til þess að meta og fá forspá hvernig greinin er að þróast. Þessi verkefni munu vinnast, mörg í gangi og þau munu vinnast núna þegar líður fram á þetta ár og einhver hafa nokkra ára tímalengd, önnur skemmri. Það er samt mikið eftir þarna sem okkur vantar og ef við berum saman ferðaþjónustu, til dæmis við sjávarútveg, þá er himinn og haf þarna á milli, jafnvel þó að ferðaþjónustan sé farin að skila sömu ef ekki meiri gjaldeyristekjum og sjávarútvegsgreinin. Síðan eru rannsóknir, þolmörk ferðamannastaða og rannsóknir á ferðavenjum og síðan verið að vinna að þróun og nýsköpun. Öryggismálefni, það var farið yfir löggæslu, það var fjölga landvörðum og það var verið að efla upplýsingamiðlun. Þetta eru verkefni sem hefur verið farið í og ríkisstjórnin skaffað fjármagn til þess að efla þessa þætti. Ég man ekki nákvæmlega hverjar upphæðirnir eru en þetta voru einhverjar 200-300 milljónir ef ég man rétt, var það ekki? Meira segir. Þannig að það hefur svo sem ýmislegt verið gert. Síðan kemur þetta DMP-verkefni sem er svona kannski samhæfing annars vegar og stuðlar að dreifingu ferðamanna hins vegar. Það var líka þessi, í vegvísinu kemur fram að endurskoða umgjörðin í kringum stjórnsýsluna. Það er búið að skoða hvernig hlutir eru gerðir annars staðar þar sem við eigum einhvern sambærileika, en í raun og veru ekki búið að vinna tillögur breytingar og þær verða væntanlega ekki unnar fyrir að það er búið að kjósa og kemur þá sá ráðherra sem að stýrir málaflokknum sem að þá mun innleiða þær breytingar. Sjálfum sér ekki nein ástæða til þess að fara að velta því fyrir sig fyrir við sjáum hvernig sú sviðsmynd lítur út. Þetta verkefni, stefnumótandi stjórnunaráætlun, það var sett af stað snemma á þessu ári. Þá fór af stað svona undirbúningur og val á ráðgjafa. Það var ákveðið að leita erlendis ráðgjöf og ég held að það sé kannski mjög skynsamlegt fyrir okkur gagnvart þeirri áskorun sem við stöndum í ferðaþjónustunni að
að leita svolítið til aðila sem að hafa prófað og hafa verið kannski á einhverjum tímapunkti í svipaðri stöðu og við. Og niðurstaðan á því var að það var valinn skoskur ráðgjafi sem að hefur meðal annars átt heiður af stýringu ferðamáli í Skotlandi, að ég best veit. Og hann mætti nú bara hér í síðustu viku og við gengum frá samningi og hittumst með markaðsstofunum. Það er ljóst að markaðsstofunar verða leiðandi afl út á landsbyggðinni í þessu og verðum að förum út á landi núna í september og október til þess að koma þessu verkefni í framkvæmd. Nú síðan kemur mótunarfasi og síðan innleiðing og framkvæmd og eftirfylgni. Manni finnst kannski stundum að tímalínan í þessu sé löng og hún það. Þetta freistandi að reyna að færa þetta fram í tíma en svona svo ráðgjöf sem við fáum að gera það ekki. Við skulum allavega að fara af stað og sjá hvernig nokkuð vegnar. Við erum í september og við reknum með að vera komin með einhverja niðurstöður þessa vinnu. Þið sjáu tímalínu í þessu. Þetta verkefni sjálfum sér svona upphafsverkefni í því að svæðin sjálf skilgreini sig. Og manni kannski finnst þetta við fyrstu sín ekkert flókið en bara á fyrsta fundi með Tom þá var nú einhver sem spurði bara og hvað svo landsvæði? Og þegar maður fór að hugsa það, þá ekkert víst að það sé allir sammála hvað landsvæði þar sem ein stefnumótandi stjórnunar áætlun á að gilda fyrir. Og þetta var nákvæmlega þessi reynsla sem við erum að fá að koma fullt af spurningum sem að verða mjög flóknar að svara en við þurfum að finna leiðir og lausnir til þess að geta haldið áfram og dvelja ekki á lengi við svona hluti. En þarna erum við komin inn í svona pínulitla landsbyggðapólitík. Það reiknað með síðan að þessi verkefni þau fara af stað. Ráðgjafinn hann mun leiða okkur áfram í þessu. Verkefnið sett upp með tilliti til þess að við séum að færa þekkinguna heim og á einhverjum tímapunkti þá munu sveitarfélögin geta malið sér ráðgjafa eða þá aðila sem þau vilja vinna með við að vinna þessu vinnu og fengið leiðsögn hjá okkar ágæta skoska ráðgjafa til þess að klára vinnuna. Þannig að þetta svona treynisvinna. Sveitarfélögin eða landsvæðin eru komin mislangt. Sum svæði hafa farið af stað í ákveðna vinnu, allavega ef ég best veit þá hefur Austurland unnið að hluta til svona vinnu og það til svona kannski vísir af þessum stefnumótandi stjórnunaráætlunum fyrir þjóðgarðana. En svo eru mörg svæði sem að kannski hafa ekki sest yfir þetta. Sveitastjórnarstigið hlýtur að þurfa að koma að þessu á einhverju tímapunkti því að þetta snertir alla innviði viðkomandi landsvæðis. Nú þannig að í lokin verkefni þetta hefur margar snertifleiti, þetta mun hafa áhrif á vegakerfið og samgöngunar, flugsamgöngur og flugvelli, eins og kom fram, það segullin hvað svæðin ætla að gera sem að þá framkallar aðdráttaraflið og á grundvelli þess hægt að fara að ráðstafa fjármagni til þessa innviða eins og vegakerfisins og flugvalla, heilsu og löggæslu og margs konar innviðir. Nú þannig að þegar þessi vinna fer af stað þá skiptir náttúrulega máli að landsvæðin þá skilgreini sérstöðu sína og þetta samtal sem þarf að eiga sér stað nema við ætlum að bjóða túristunum það sama hvar sem hann sem væntanlega ekkert mjög líklegt til þess að skila okkur góðum niðurstöðum. Þannig að hvaða þjónusta, hvaða afþreying staðsetning á ferðamannastöðum. Það var athyglisverðar niðurstöður sem komu hjá Skaftárhreppi sem fengu til sín hollenska ráðgjafa og ég held að það sé eitthvað sem við þurfum að skoða þar sem þeir kortlögðu
til þess að gera lítið svæði sem að hafði skilgreint 50 áfangastaði fyrir ferðamenn og það var verið að benda okkur á að það væri kannski ekki líklegt ef allir gerðu það að það væri hægt að finna fjármagn til þess að byggja bílastæði, salernisaðstöðu fyrir þetta marga staði á hverju landsvæði. Þannig að þetta verður væntanlega eitthvað sem verður tæft á í þessari vinnu. Hvað viljum við hafa marga staði? Getum við haft marga staði þannig að við getum staðið uppbyggingu þeirra? Nú síðan koma þessi þolmörk landsvæðisins, náttúruleg, félagsleg, efnahagsleg og vinnuafsleg. Það er að segja að þessi stefnumótandi stjórnunaráætlun þarf að draga það fram að það sé hægt að horfa á hann og horfa á svæðið og sjá að það er samhengi í því sem að viðkomandi svæði ætla sér að gera. Þannig að það sé hægt að raungera þessa stefnu. En ekki að hún sé kannski mjög óskekju preguð. Þannig að þetta er kannski mikilvægasta verkefnið sem styður við það sem er til umræðu hér, að fá ferðamenn til þess að koma til annarra staða heldur en Reykjavíkur og flug er náttúrulega mjög áhrifamikill þáttur í því að gera ferðamanninu það auðveldara að fara til annarra staða en Reykjavíkur. Takk fyrir. Já, við þökkum Óskari fyrir hans innlegg. Það er svona nokkur atriði sem vinnast verið að skína hér í gegn í framsögum annað. Samstarf, samgöngur og fjármagn til að byggja upp atvinnugreinina. Finnst mér svona það sem stendur uppi eftir þessar kynningar sem við höfum fengið nú þegar. Ein kynning í viðbót verður þó áður en ég hleypi ykkur í kaffibollana. Og hún Valgerður Rún Benediktsdóttir, formaður stjórnar Flugþróunarsjóðs, ætlar að koma hérna og segja okkur frá því hvernig þessi sjóður er og hvernig hann virkar. Valgerður, gjörðu svo vel. Komið sæl. Það er eiginlega rosalegt að gera ykkur það að fá svona síðastan fyrir kaffi lögfræðing til að tala reglur. Það er eiginlega ekki svona vænlegt til árangurs en ég skal reyna að vera stuttur og ég skal reyna að vera skýr. Ég heiti Valgerður Rún Benediktsdóttir og er formaður stjórnar Flugþróunarsjóðs og ég ætla að fara hér aðeins yfir svona reglurnar og hvernig hann í grunninn virkar og við skulum sjá hvernig það gengur okkur. Nú, ráðherra fór aðeins yfir þetta, þetta byrjaði allt með skýrslu frá starfshópi sem var skipaður af forsætisráðherra og auðvitað hafði þetta verið umræðinni töluvert lengur eins og þið eflaust ekki betur en ég. Að það þyrfti að koma til einhvers konar markaðsstuðningur til að flugfélög segja sér fært að fljúga beint út á land. Nú og okkur í Flugþróunarsjóðnum, stjórn sjóðsins, var falið þetta verkefni hér í 19. maí og hér eru fulltrúarnir í sjóðnum, allt saman einvala liðafólki. Og við settum okkur reglur og sem voru staðfestar af ráðherra í júlí. Við auglýstum þá strax og fyrsta umsóknarfresti lauk núna 31. ágúst. Nú markmið sjóðsins, ráðherra kom svo sem aðeins inn á þetta líka en það er sérstaklega tekið fram í reglunum að það er að styðja við uppbyggingu nýrra flugvéla til Íslands þannig að koma með á reglulegu millivandaflugi alþjóðaflugvellina Akureyri og Egilsstaði. Og okkur er ekki, þetta er háleit markmið þarna að stuðla dreifingu ferðamanna, bæta nýtingu innviða ríkisins, bæta búsetuskilyrði og lífsgæði heimamanna og bæta rekstrarskilyrði atvinnurekenda á Norður- og Austurlandi. Nú hvað er það nákvæmlega sem að sjóðurinn styrkir og það er kannski það sem ég ætlaði að tala aðeins hér. Umsækjandi getur sótt styrki til sjóðsins vegna uppbyggingar á reglulegu beinu flugi til Akureyrar eða Egilsstaða. Og hvað eigum við með reglulegu beinu flugi? Jú, að þá sé flugið að koma beint erlendis frá, það er að ekki sé millilent fyrst á öðrum flugvöll á Íslandi. Og þetta var svo sem stefnumörkun sem var tekin af ráðuneytinu þegar þessar reglur voru gerðar. Nú, áætlunar og leiguflugsferðir sem leggja áherslu á sölu flugsæta frá Íslandi eru ekki styrkhafar en erum við að reyna að dreifa ferðamönnum, við erum ekki að leggja áherslu á þá sem að dreifa okkur, eitthvað annað. En svo má maður vist ekki lengur tala dreifa ferðamönnur, heldur að þeir dreifi sér. Við þurfum einhvern veginn að forgangsraða því við ætlum auðvitað að fá fullt af umsóknum í sjóðinn
og fyrsti forgangur þegar einhver umsækjandi kemur og sækir það á áætlunarflug flugrekstraraðila sem býður einstök sæti til sölu í reglulegu áætlunarflugi og sætin í almennri dreifing á markaði. Sem sagt reglulegt áætlunarflug, almenn dreifing. Annar forgangur, það jú reglubundi flug en þar sem umsækjandi býður pakkaferðir en hann býður líka stökflugsæti, það annar forgangur. Og þriðji forgangur reglubundi leiguflug, þar erum við að tala þessar hefðbundu pakkaferðir þar sem eru ekki boðin stöksæti til sölu einnig. Sjóðurinn starfar í 2 deildum, annars vegar leiðarþróunardeild og hins vegar markaðsþróunardeild. Leiðarþróunardeild, þá erum við að styrkja þá per farþega sem að koma og fljúga beint á Akureyri eða Egilsstaði. Við skiptum því í 3 tímabil. Það vetur sem þá október til apríl, vor, haust sem maí og eða september og sumar sem þá júní til ágúst. Þetta svona skilgreiningin sem var höfð til hliðsjónar í skýrslunni sem allt þetta byggir nú á. Nú eins og þið sjáið þarna, þá auðvitað getur umsækjandi fengið hæstan styrk ef hann að koma og fljúga yfir vetrartíman. Og ef hann flýgur 12 flug á tímabilinu, þá getur hann fengið 15 evrur í stuðning fyrir hvern lentan farþega. Ef hann flýgur yfir sumartíman einu sinni í viku og að minnstakosti 12 flug, þá getur hann fengið 10 evrur fyrir hvern lentan farþega. Og svo ef hann bætir við 8 flugum, sem sagt á þessu vor-haust tímabili, þá getur hann fengið 12 evrur fyrir hvern lentan farþega. Þannig að þetta eru svona, og þið sjáu alveg hvernig áherslurnar liggja. Það liggja á reglulegt áætlunarflug yfir vetrartíman, það að segja ekki háanina yfir sumarið. Nú síðan kveða reglurnar á að það sé viðbótar styrkur yfir aukin tíðni. Þá getur umsækjandi fengið alltaf 3 evrur fyrir hvern lentan farþega og að hámarki reyndar 50 milljónir. Nú það rétt að vekja athygli á því að því að ráðherra nefndi það hér áðan að það verið að semja lög flugþróunarsjóð. Það auðvitað nauðsynlegt því að þetta eru ríkisstyrkir og við erum auðvitað bundin að ríkisstyrkjareglum EES-samningsins hvað við megum styrkja og hvernig. Þannig á meðan að þetta kerfi hefur ekki verið samþykkt af eftirlitsstofnun EFTA að þá störfum við undir svokölluðum de minimis-reglum sem þýðir það að hver umsækjandi getur fengið 200.000 evrur úr sjóðnum á 3 ára tímabili. Það eru sem sagt ef við höldum okkur innan þeirra takmarkana þá eru við undir þessum kvöðum að þetta sé samþykkt kerfi. En það stendur auðvitað til að fá kerfið samþykkt eins og ráðherra nefndi hérna áðan og það í vinnslu í ráðuneytinu eftir því sem ég best veit. Markaðsþróunardeildin sem ég nefndi áðan, hún hugsuð til að styðja við þá sem eru hingað að koma og fljúga og vilja markaðssetja flugleiðina eða sem sagt landsvæðið. Það svolítið skemmtilegt svona lögfræðilegt tvist í þessu að svo fremi að við uppfyllum þessi skilyrði sem ég nefni hér á eftir, þá eru þetta ekki ríkisstyrkir. Þannig að þess vegna erum við mjög ströng á því hvers slags verkefni það eru sem að umsækjendur geta farið í til markaðssetningar. Það einfaldlega vegna þess að annars förum við undir ákveðnar ríkisstyrkjareglur. Alltaf þarf maður að hegða sér innan rammans. Nú skilyrðin eru, og ég ætla að benda ykkur á það að við segjum að lágmarki 10 milljónir sem umsækjandi getur fengið. Það að því við viljum alvöru verkefni. Það hugmyndin. Við viljum ykkur svona alvöru markaðssetningarverkefni, ekki ykkur svona 100.000 kall í eitthvað smávægilegt. Nú skilyrðin eru þau að umsækjandi leggi sjálfur fram jafn háa upphæð til markaðssetningar og hann fær úr sjóðnum. Áherslan á að kynna áfangastaðinn en ekki umsækjandann sjálfan og þetta ástæðan fyrir þetta teljast ekki í rauninni ríkisstyrkir. Þetta hagsmunir okkar að vera að kynna áfangastaðinn sem slíkan, ekki hagsmunir umsækjandans að vera að kynna sig, þó að hann auðvitað njóti góðs af því einnig. Nú svæðið sé kynnt í heild sinni og kynningarefni sé ekki ein vara á svæðinu, við kynnum ekki bara ef við tek dæmi hvalaskoðun eða skíðaferðir eitthvað slíkt, við erum að kynna svæðið sem heild og það eru bara ákveðin verkefni sem að umsækjandi heimilt að ráðast í eins og ég sagði á grundvelli þessa styrkja. Nú það undantekningar ákvæði þarna því það eru svolítið stranga reglur tíðnina eins og ég sagði ykkur áðan og þetta eru kannski svolítið mörg flug, mörgum þykir það. Þannig að við segjum að það hægt að fá styrk úr þessari deild þó þú uppfyllir ekki tíðnina 12 flugin og 8 flugin og 12 flugin eins og ég var að segja ykkur frá þann. Ef að þú
ert að fljúga helminginn af tímanum og að stjórnin telur að þetta styðji við markmið sjóðsins. Það er að segja, við erum að reyna að byggja smátt og smátt upp, þú sért ekki tilbúin í 12 flug, þú ert talsið tilbúin í 9, þá skulum við styrkja þau markaðsþróunardeild, en auðvitað er það bara markaðsþróunardeild, það er ekki leiðaþróunardeildin, þannig að þú færð ekki fyrir hvern lentan farþega. Þetta er nú aldrei skemmtilegt hjá mér. En þið megi spurja mig á eftir, sko. En eins og ég sagði áðan, þá lauk fyrsta umsóknarfresti 31. ágúst. Það eru 3 umsóknir í vinnslu hjá sjóðnum og auðvitað eins og allir hafa nefnt hér, þá eru þetta langhlaup að fá aðila til að fljúga hingað, en þetta er tæki, mikilvægt tæki í þeirri baráttu. Auðvitað bara eitt tæki, en enga síður mikilvægt. Og við ætlum að auglýsa bara aftur sem fyrst, við vonandi bara afgreiðum okkar þessar umsóknir núna í september. Við höfum svona í sjóðnum 80 milljónir króna til ráðstöfunar þess ári, því hann fór nú svo sem seint af stað, en síðan er gert ráð fyrir 300 milljónum króna á ári næstu 3 árin. Og auðvitað vonum við bara að þetta heppnist vel, við fáum góðar umsóknir og takist að fá ferðamannin til að dreifa sér betur á þessi svæði. Stutt og laggótt, takk fyrir mig.